byrja að fara bara yfir verkefnið og þetta bara mín lausn, hún ekkert sérstaklega réttar en einhver annur. Það margar leiðir til að gera þetta og þetta mín leið. Það sem að tekur við okkur hérna þegar við komin bara sami grunnurinn og við vorum með í verkefni, hvað var það, 4 eða 5 og við getum bætt við hérna atriðum og munurinn hérna að það komið svona, það hak til að eyða en ekki takki af því að þessi hérna takki mun breyta öllum stöðum sem allar stöðubreytingar mun fara í gegnum þennan takka. Staðan fyrir það að sé stöðubreyting hér og fyrir hvert atriði og síðan hugsanlega eitthvað fyrir hvert klipp hingað að þá allt gerist þegar við ítum á þennan hérna takka. Svo hérna fyrir neðan erum við bara svona eitthvað loggaði sem að ég sauð saman einhvern tímann og hef þarna til þess að sjá hvað í gangi. Og við getum skoða hvernig hann getur hjálpa okkur við að sjá hvað einhvers staðar, hvernig flæðið okkar og hvernig við getum loggað eitthvað út. Ok, þannig að hérna í raun þessi síða sem að tekur við okkur. Hún krefst þessa todos.class.php sem við gaf þarna grunn að. Svo erum við með hérna einhvern logger sem að sér að svona, við skaffar þessi hérna eða loggar og geymir stöðuna yfir þessi hérna atriði. Svo erum við með, svo instansietum við þennan todos klassa hérna og hann nýtir sér þessa dependency injection, hann tekur sér við því sem hann krefst. Hann þarf einhvern veginn að geta vistað eitthvað niður og hann gerir það ekki PTO, þannig að hann biður bara að fá PTO hlut. Þannig að við gefum hann og svo biður hann að fá einhvern logger, hann alveg sama útfærsluna á honum og hann biður bara að fá e-log. Það interface sem við skilgreinum hérna og það hefur eitt fall sem heitir log. Þannig að hérna sjáum við að við erum ekki að kúpla okkur við til dæmis að nota SQLite af því við notum bara PTO og PTO wrapper utanum mismunandi grunna. Þannig að svo lengi sem við erum að höldum okkur við að nota þetta sameiginlega subset eða bara nota hérna þessar stöðluðu SQL aðgerðir þá getum við skiptist út fyrir MySQL eða Postgres eða eitthvað. Þannig að þarna dependency injection að gera góða hluti og svo líka til dæmis ef við vildum testa þetta og við vildum testa þetta þannig að við værum ekki með aðgang að gagnagrunni og getum við sendt inn bara eitthvað svona mock af svona PTO hlut. Ég veit reyndar ekki alveg hvort við getum mokka PTO hluti en við getum hins vegar búið til eitthvað interface sem myndi abstrakta þessar aðgerðir fyrir okkur og þá myndum við bara fá eitthvað svona sameiginlegt interface sem við notum til þess að gera hluti og sér í lagi sem að þessi todos klassi kann á en hann þarf ekki að vita útfærsluna. Og þetta svona eins og við erum heima hjá okkur og við erum með lampa þá tökum við ekki klóna af lampanum og vírum hann beint inn í rafmagns hérna innstunguna. Við erum með, það bara interface hérna sem bara staðlað sem við stingum í og getur verið með mismunandi lampa. Getur með lítinn lampa, risastóran lampa og alls konar lampa. Og þetta svona eins og dependency injection. Það bara eitthvað interface sem við erum að forrita á móti en við erum ekki að forrita á móti sértækum útfærslum. Þannig að þetta alveg ótrúlega gott til þess að einfalda hluti, til þess að gera hluti meira loosely coupled, til þess að gera hluti prófanlega og þetta ekkert fullkomið en þetta alveg rosalega gott góð leið til þess að einfalda og gera kóða skemmtilegri. Þannig að hérna búum við til þennan hlut og hann til og svo loggum við hérna, þannig að við köllum bara inn að logga við vitum að hann með loggaðgerð og við vitum ekkert hvað hann gerir nema bara hún tekur streng og þessi strengur message, þannig að eitthvað gert við þetta. Þannig að við segjum bara hérna starting, þannig að þá sjáum við að því að við erum útfærslan okkar að geyma timestamp, þá fáum við að vita hversu lengi við erum og hvað tíman á milli messages sem við erum að senda inn. Síðan erum við með lykil sem við ætlum að nota til að hópa saman færslur og við bara, ef hann kemur í gegnum query-streng, þá notum við hann, annars ekki. Hérna reyndar, þetta vulnerable fyrir XSS. Þannig hérna getum við gert strip tags, það svona einhver leið til þess að verja okkur.
en þarna ég að taka bara eitthvað frá notendunum beint og síðan að nota það, vera að inserta í grunninn í raun án þess að fara nokkuð gegnum neitt svona eitthvað lag sem hreinsar það upp sem gerir það öruggt fyrir mig. Síðan erum við með eitthvað fylki hérna villum sem við setjum í og hugsanlega gerist eitthvað. Síðan í raun geymum við hérna hvað gerist ef við póstum, en svo erum við með þetta falla á sem tutúsklassa sem sækir alla itemana. Þetta svona svolítið kannski, þetta svona breytir stöðu á hlutum í staðan fyrir að vera bara hérna gera ykkur breytingar og skila okkur ykkur. Þannig að við það kalli þetta þá poplerum við ykkur fíld. Þetta er svona ekkert best í heimi en hérna allt í lagi svona fyrir okkar purpose hérna. Og svo erum við með hérna mætti alveg smetla þessu saman hérna í eitt skjal. Þetta er svona full kannski mikil skipting hérna. En þá tekur þetta hér skjal sem þá hérna. Það tekur við þessu og kann að vinna með þennan hlut. Þannig að þá nota það hérna til þess að prenta þetta út. En ok, síðan ef við rennum bara yfir hvernig þetta er búið til, þannig að við vitum í raun að það er búið að kalla þetta eitthvað fetch og þá er búið að príma hlutin fyrir einhverjar fæslur. Ef það er einhverjar fæslur þá eru þær aðgengilegir gegnum þetta results fall og þá er þetta remaining og þetta líka skilar okkur ykkur. Þannig að við byrjum á því hérna, er einhverjar villur? Já, það er einhverjar villur, þá bara prentum við það út. Svo ef það er einhver lykill, þannig að hérna allir hérna sjáum við, hérna ekko ég út keyinn, þannig að ef ég er ekki með þetta, bara ef ég er með þetta svona hérna, við viljum leikja okkur, þannig ekko við þetta út, svona, ok, þannig ef ég gerir bara loka, skrift, svona, hvað komum við hérna? Já, ég var búinn að vista hérna strip tags. Þannig að við sjáum strip tags, það strippar allt þetta hérna. Þannig að við fáum bara, lykillinn er þessi, en okkur tókst samt að hérna loka görðinu. Þannig að þetta er ekkert fullkomið. Þetta er bara svona ein leið til þess að svona smá öryggi, en ekkert fullkomið. En ok, hvernig við aftur inn. Tökum við aðeins hérna. Þannig að ef það er ekki tómt, þessi lykilbreyta, þá búum við til hérna, það er hlekkur á þennan lista og þá prentum við hann bara út. Og síðan förum við bara og við prentum hvað er mikið og hver er heildin og svo búum við til formið. Þannig að þetta er allt inn í einu formi hérna sem er þá þetta form sem að stöðubreytingin, öll staðan er vistuð inn í og við síðan póstum tilbaka og við þurfum að taka tillit til og vinna úr. Þannig að hérna bara ítrum við í gegnum öll atriðin. Við búum til input og við setjum value á því sem finnist hérna og við setjum síðan nameið á því sem finnist _id-ið. Þannig að þetta er þá til þess að ef það er búið að haki þetta, þá mun fara finnist _tala með valueið finnist yfir í bakendan og þá vitum við að það er búið að haka í þetta. En ef það er ekki hakað eitthvað, þá fer það ekki yfir. Þannig að það er svona, þá þurfum við að tísa út hver er munurinn hérna á hérna, því sem við eigum og því sem við pósta inn. Og svo er það sama með delete, nema þá þurfum við ekki að finna eitthvað. Við fáum alltaf nákvæmlega það sem á að eyða og eyðum því bara beint. Síðan erum við með bara til þess að búa til nýtt atriði, það heitir bara item og svo erum við bara með submit taka. Ok, þannig að svona prentum við stöffið út. Þannig að þegar við síðan póstum á þessa síðu, þá byrjum við á því að við tökum hérna þetta og við köllum í update finished og það tekur inn keyin sem við erum þá með hér og postfylkið sem er með alla stöðuna sem á að breyta og út úr þessu ætlum við að reyna að uppfæra það sem er finnist. Þetta getur skilað false, þannig að við erum hérna með að gæti ekki uppfært stöðu og gæti ekki eitt atriðum. Fyrir sama með hérna delete og svo athugum við hérna hvort það sé verið að búa til nýtt item og ef svo er, þá köllum við í insert og það skilur okkur result
og resultið þá keyið sem við sendum inn eða nýtt key og ef að það kemur false tilbaka þá það merkjum villu, þá skrifum við það út, setjum annars key hérna og þá með því að setja key þarna, já, þá síðan skiptir ekki máli hérna að því að við síðan áfram, hérna, sendum notandann aftur á síðuna með keyinu í slóðinni, þannig að þá fær það bara beint í slóðina og bara á þeim stað þar sem þessi atriði eru. Ok. Þannig þetta svona flæðið og það svona búið að abstrakta þarna bara fyrir okkur það síðan að gera vinnuna. En þetta svona flæðið sem við höfum til þess að birta hlutina og svo til þess að takast á við stöðubreytingarna. Þannig ef við skoðum síðan hvernig þetta þá erum við hérna með þetta to-do klass sem að heldur bara utan eitt atriði og svo erum við með þetta to-do sem þá einhver svona manager fyrir þetta. Sjáum að hann með hérna constructor, hann tekur inn PTO og hann tekur inn, þannig getum við sett constraint á færibreytuna. Þetta svona hinta einhverju static typing hann í PHP en hérna fáum villus ef við sendum villus á klassa. Villus hérna, ef típan á klassanum önnur, eða hann útfærir ekki þetta, interface. Og svo geymum við bara þetta hérna, þannig að við tökum bara dependency okkar og við setjum bara til hliðar og við erum tilbúið til að nota þau þegar við þurfum að nota þau. Þannig að dependency injection alltaf ef við erum til að ef við erum að skrifa eitthvað og við gerum hérna bara this, PTO, jant og new. Leið við skrifum new þá það, heyrðu, þú ert að búa til eitthvað nýtt, þú ert að instantiata eitthvað, þetta eitthvað sem þú vilt bara láta þig eitthvað fá, gefa þér. Þannig að þetta eitthvað sem þú vilt láta dependency injecta til þín. Og samanskapi, ef við erum með eitthvað, global, við erum að ná í eitthvað úr global state, við erum að ná í eitthvað úr globals, við erum að ná í eitthvað úr post. Þetta allt eitthvað sem við getum abstraktaði burtu, allt global state og öll instantiation, það getum við látið koma með til okkar í staðinn. Þannig að það hérna, bara prófa að skrifa kóð svona, það frábær upplifun. Síðan erum við með þessi fall, við erum hérna með insert fallið og það þá tekum við bara hlutin sem að búa til og keyið á því. Og við sjáum hérna, ef það ekkert key, þá búum við til nýtt key. Þannig að þetta bara svona sér það að það til key. Ég get búið til hvaða key sem ég vil og það bara virkar. Og ef ekki, þá fæ ég bara búið til fyrir mig. Já? Já? Nei, en þetta vissulega betra. Þannig höfum þetta svona, því að það betra. Þá erum við að segja að þetta verður að vera strengur og hann verður að vera tómistrengur. Annars var þetta verður að vera falsi hlutur. Þannig ef ég hef sendt inn keyið 0, þá hefði það líklegast ekki virkað. Þannig að hérna, góða punktur. Ok, þannig að við strippum hérna tags, þannig að það sé ekki þetta send inn skrift bara beint, það er svona eitthvað svona aðeins verið að delegata eða svona mitigata riskinu þarna. Síðan búum við til prepared statement og það er bara inserta inn í gagnagrunninn okkar og þessum valjúum og svo bara execute við það og þá sjáum við kallum bara í this PTO, prepare og það bara, þetta er hluti sem á að geta stutt þetta, þannig að við gerum bara ráð fyrir þessu, executum, athugum síðan hvort að það sé result í gangi og þá, ef það gengur ekki, þá skilum við false, og þá erum við líka hérna, þá notum við hérna loggar til þess að segja, heyrðu, það kom eitthvað upp, ég get ekki inserta þessu itemi. Þannig að við sjáum hvernig þetta haga sér, þá gerir ég hérna, ok, og ekkert kom upp, þegar ekkert gerðist og við vorum ekki að logga eitthvað success, en ef við skemmum eitthvað, já, þannig að virkar þetta ekki heldur, þannig að bara, ef eitthvað kemur upp, þá ætti það hérna skila okkur vandræðum þannig. Síðan erum við með þetta fall sem er update finished og það er svona leiðindarfallið í þessu öllu saman og það tekur inn key og svo gögnin sem á að uppfæra sem búinn. Þannig að við bara, ef það er ekkert verið að gera neitt, gögnin eru bara tómafylkið, þá skilum við bara trú, það er ekkert, það er bara allt í lagi. Síðan
svona svolítið svona vesen hérna og mætti mjög vel optimisera í eitthvað meira skemmtilegt og snyrtilegt, en bara svolítið leti hérna í gangi. Þannig við sækjum öll atriðin, við erum með öll þau sem eru kláruð og öll þau sem eru ekki kláruð. Við viljum finna þessi hérna 2 sett. Ok, þá byrjum við að fara í gegnum gögnin sem koma inn, finna alla þá hluti sem að byrja á finished og string pause, ef þessi strengur er í 0. positionu, svo er í byrjun strengsins, þá skilur það 0, þá athugum við hérna, þetta er nákvæmlega 0, við höfum hérna nákvæmlega finished, síðan valjum við á því, þá finnum við ID-ið með því að substringa heitu ID-minu, taka finished í burtu og bætum því í fylkið. En þetta er við ekki að checka við þessi tala, það getur sett finished underscore bla 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 og hún reynir þá að klára það atriði, þannig að það er ekki verið að taka á þeirri villumeðhöndlun. Og síðan bara fyrir öll itemin, þá athugum við, er þetta atriði í finished arrayinu? Ef ekki, þá er það ekki búið og þá erum við búin að finna þessi 2 sett og þá hlaupum við í gegn bæði settin og segjum this set state true og this state set fyrir ekki kláruð set state false. Þannig að hérna erum við fyrir n atriði að gera n+1 query sem er ekkert sérstaklega gott. Þannig að við myndum helst ekki vilja snerta þau atriði sem væru, sem var ekki verið að uppfæra. Við þurfum ekki að gera query í gagnagrunninn. Það er fullt af vandræðum sem geta fyllt þessu. En við sættum okkur við það á þessu stigi. Síðan fyrir þessi delete items, þá sama hérna, ef það kemur bara inn tóma fylkið, þá er það bara alltaf í lagi og við skiljum bara true. Annars gerum við bara eins og áðan, við finnum öll atriði sem byrja á delete underscore og við skóplum ID-um á þeim í fylki og síðan fyrir hvert atriði þá köllum við eyðu við því og það er það bara fall sem er hérna fyrir neðan sem séum við að gera það. Og þannig að ef við skoðum fyrst hvernig þetta lítur út. Delete, það er bara býtt í prepared statement af því að við erum að taka þarna við þessu ID sem er komið frá notandanum, þannig að við viljum ekki bara kalla í execute aðeins að búið til prepared statement og samanskapi ef eitthvað kemur upp á, þá loggum við það, annars skilum við bara true. Og svo sama fyrir set state sem er þá uppfærir eitthvað item með einhverju statei, að þá kastum við sér tölu, gerum prepared statement, executum hana og loggum við eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig að þá ef við skoðum hvað gerist hérna ef við bætum við nokkrum atriði 2, atriði 3, og svo ætlum ég að eyða þessum 2 og klára þetta. Svo er okkur redirecta, þannig að við slökkum redirectorna því að þessi logger okkar, eins og við skoðum á eftir, hann geymir ekki þessar stöðubreytingar. Þegar við redirectum þá get ég núna ítt F5 og það gerist ekki neitt. En ef ég geri það ekki, þá fæ ég are you sorry, want to resubmit. Ok, svo eyðum hérna og svona. Þannig að þá fáum við hérna við byrjum og það er á þessari hérna línu, svo ætlum við að eyða hérna atriði 21 og það gekk, eyða atriði 24, það gekk og við sjáum hérna, við fáum stack trace, þannig að við sjáum að þetta er að gerast í to-dos class í línu 119, þannig að það getur hjálpa manni ef maður er með svona hluti. Og svo eyðum við hérna númer 24 og það kom ekkert upp á, við getum verið að bæta við einhverju checki hér í update hérna, við getum loggað það út hér og þá sjáum við bara, þá getum við staðfesta að allt er að gerast eins og við viljum að það gerist og svo sjáum við hérna að í heildina þá er þetta búið að taka 44 millisekundur og á milli þess að kallið í gagnagrunninn hérna, við sjáum að það er order of magnitude hægara en það að gera eitthvað í compilernum, bara það að opna SQL grunnin
það tekur alveg heila 6, það bara 7 millisekundur og í heildina það 44 millisekundur. Þannig að þetta líka, við erum að gera vefþjónustu kalla, getum við séð þannig, að opna TCP socket, gera HTTP request, sækja responsið, það tekur eitthvað tíma, svo erum við að parsa eitthvað JSON, það að taka eitthvað tíma, þannig við sjáum, þetta svona executionið á kóðunum okkar, það svona bliknar í samanburði við það að opna eitthvað network og fara eitthvað út. Og svo, af því að það svo dýrt og við erum að blokka á meðan, það náttúrulega þessi pæling sem Node.js með, að vera ekki með, láta CPU-ið bara spinna, eða bara bíða og meðan að vera að gera eitthvað, sækja eitthvað í networkið, þá það bara CPU-inu að fara að gera eitthvað annað og koma svo aftur að því þegar það búið að klára að sækja það. Ok, þannig að svona þetta komið og erum þá að uppfylla þetta verkefni og ef við skoðum í lokin hvernig þessi logger þá hann með eitthvað log message og það með timestamp og microtime, þannig að þetta tekur alltaf stuttan tíma að við viljum sjá það alveg niður í 1000 hluta úr millisekundu og við erum eitthvað message og svo erum við eitthvað stack trace. Svo erum við með útfærslu á þessu sem bara eitthvað stateless logger. Það leiðandi að bara hann lifir, hann gefur mér öll sín gögn í minni og svo bara í næsta request þá bara hann tómur. Svo getum við persista þetta, við getum skrifað þetta á disk, við getum sett þetta í eitthvað log gagnagrunn eða whatever. Útfærslan skiptir ekki máli af því að við myndum þá bara geta búið til nýtt tilvik af svona logger og látið hann fá og hann virkar nákvæmlega eins. Þannig að við getum byrjað með eitthvað einfalt, við getum byrjað með bara eitthvað svona no-op logger sem bara gerir ekki neitt. Og svo þegar við þurfum logging þá getum við bara farið og fyllt inn í myndina. En stack trace, við getum kallað þetta debug backtrace. Það sér í raun, lappar upp stackin, hvernig við komumst í þetta kall og loggar það niður. Við erum með time og microtime messageið og svo pushum við þessu á þetta log-fylki. Svo erum við bara með read og það skila bara öllum messageunum. Og erum við að nota þetta að við getum úr include skilað einhverju og við skilum það bara nýjum svona stateless logger. Þannig að þá sjáum við að þetta verður svona að við segjum bara logger require logger.class og þá þetta bara komið hérna. Síðan þegar við erum að prenta þetta þá þurfum við aðeins að hoppa í gegnum nokkra hringi. Það þá til þess að prenta út stack traceið á einhvern smekklegan hátt. Þá þurfum við að gera smá glóriur hér og við þurfum líka að sleppa seinasta því það ekki spennandi fyrir okkur, það bara loggerinn sem þar og svo hérna eitthvað time diff til þess að sjá hversu langt milli færslna og svo bara verið að formata þannig að þetta komið svona tiltölulega smekklega út. En þetta svona mjög hentugt að hafa eitthvað svona, það þetta rúla sinn eigin. Þó ég veit að ég ekki gera það og geri það oft, en svo þetta að sækja alls konar svona logging library til þess að gera hlutina auðveldari fyrir mann þegar maður síðan að fara að debugga eitthvað. Þegar svo er þið með eitthvað kerfi í rekstri og þið þurfum við að debugga eitthvað sem kom upp, kemur ykkur ég var með 5000 atriði í listanum mínum og ég var að klára eitthvað og þá bara núllaðist allt. Þá þurfum þið að geta að segja, já, ok, það var þessi hér á þessum tímapunkti, hann gerði þetta hér og hann fór ekki flæðið svona, kom exception og þá, og geta þá eftir á, þegar þið komið daginn eftir og allt rústi, þá þurfum þið helst að hafa eitthvað svona sem hjálpar eitthvað til þess að komast að hvað gerðist hérna. Og þá oft mikið list að logga vel og svona sjá fyrir hvað upplýsingar maður þyrfti að hafa þegar maður að fara að díla við eitthvað. Ok, einhverjar spurningar? Herri, þá ætla ég bara að fara yfir Express og nota núna seinustu mínúturnar í það að þetta sem ég var að tala mánudaginn, að setja bara upp og að sýna hvernig það fer fram. Þannig að Express, þetta svona app framework fyrir Node.js og það mjög smátt í sniðum, þetta ekki mikill kóð bakvið, svona miðað við, en með þessar middleware pælingar sem ég reynda eitthvað að útskýra þetta mánudaginn til að bæta við hefðun. Þannig að það byrjar bara alveg eins og Node.js bara core og svo bætir við module, þá Express bara eitthvað core og bætir við middleware. Það var þannig að það var með kúplað við eitthvað svona library sem heit Connect sem með fullt af svona middleware og það var bara requirement en svo færði þeir það bara allt út úr Express
og þú þarf bara að installa sérstaklega. Já, og svo middleware svona hugbúnaður sem tengir forrit og að þetta eitthvað plugin sem keyrt fyrir hvert request og response og það bætir við, þú veist, hefur möguleikann á það fær request og responsið, viltu gera eitthvað við það? Nei, ok, kallaði næsta og haldi áfram stakkinn. Eins og þetta í Express, þá þessu bætt við á stakk og svo þessu rec, res og next færibreytum koma inn og rec þá requestið, res responsið og next fallið sem á að kera næst. Og svo ef við skoðum eins og til dæmis mjög gott logging middleware sem heitir Morgan og það þá að gera eins og þetta sem ég var að reyna að sjóða eitthvað saman og þá sjáum við að það hægt að stilla það á alls konar hátt og þannig þá erum við með, þú veist, Express svo erum við með Morgan og require það, svo búum við til nýtt svona Express app og svo app use og þá notar það, þarna erum við að setja á hennan stakk, notaði Morgan til þess að logga. Og svo sjáum við að þetta líka þetta notaði bara fyrir einhvern vanilla HTTP server. Og þá getum við búið til þennan middleware einhverju leyti með því að svona þá þurfum við að gera smá handavinnu. En þetta þannig að ég get nota sama kóðan, Morgan libraryið, fyrir Express, fyrir þetta, fyrir hitt. Þannig að þetta svona lítill hlutur sem ég get auðveldlega að nota á mörgum stöðum. Svo þetta eins og cookie parser, því það er ekki trivial að parsa cookies, en það hins vegar hægt að gera það einu sinni og allir geta nýtt það, þannig að þá náum við eitthvað cookie parser og svo framvegis. Það nóg til af þessu. Þannig að við skoðum svona eitthvað lista og þá er svona þar sem við þurfum yfirleitt. Eitthvað body parser, þá getum við til dæmis fengið fyrir JSON og þannig getur URL decodað og eitthvað svona og encodað fyrir okkur. Compression, þannig að við getum stutt gesi bara með því að setja upp rétta middlewareið og alls konar hlutir hérna. Express, þegar við viljum að setja upp, þá viljum við búa bara til svona package.json eins og við fórum yfir á mánudaginn. Þá getum við notað þarna npm init til þess og svo viljum við sækja Express og þá getum við notað þarna save flaggið til þess að setja Express sem eitthvað dependency. Þannig að hérna er ég búin að búa til bara möppu sem tóm sem heitir, ég ætla ekki að kalla hann Express af því að það með my app. Þannig að hérna erum við, ég er ekki á Windows. Hérna er bara með eitthvað tómt, bara npm init. Ok, bara þetta er flott. Þá sjáum við erum komið með package.json, npm install express save. Það gerum þetta. Ok, og þá erum við komið hérna node modules og sjáum að dependency express. Síðan er til tól sem heitir express generator. Þetta er svona tól sem scaffoldar fyrir okkur. Þannig að hann býr til svona scaffold, svona eins og íslenska orðið er svona sem er sett utan á hús þegar þeir eru að fara inn í því. Stillansar. Við stillansum, af því að við getum vörbað þetta orð mjög vel. Við stillansum vef fyrir okkur og svo getum við, þegar við erum búin að setja þetta upp, þá getum við sagt express my app og þá býða til my app í núverandi möppu og svo þurfum við að sækja all dependency-una því að þetta setur upp eitthvað fullt af dóti en það installar ekki dependency-una, þannig að við þurfum að gera það og svo getum við keyrt þetta upp. Þannig að prófum þetta. Nú er ég búinn að installa þessu express generator en bara getum gert þetta aftur. npm Þá sjáum við þetta fer í users, OSC, appdata, roaming, þannig að þetta fer, þetta er installað globally og nú þarf ég að fara niður eitt af því að ég ætla að búa til þetta express my app og við getum gert þetta og sleppt fyrir skrifinu. Yes, ok, nú bjóðum til eitthvað, create, hún bjóð til fullt af einhverju dóti og þetta, við setja link í þetta
Við sjáum, það hægt að fá einhverja, það einhverjir optionir að því þegar að keyra þetta. En þetta pretty much bara það sem ég var að gera hér. Og ef ég fer núna inn í My App og við skoðum hvað komið, þá sjáum við að það komið alveg hellingur einhverju dóti. En núna þurfum við að gera npm install. Þá sækjur hún alla modjúluna sem þetta depender á. En þá sjáum við að það nokkuð, cookie parser kemur inn, debug, Morgan, serve, fav icon, body parser og svo sjáum við undir þeim alltaf dependencyina sem að þeir hafa. Og það eru sérstakar útgáfur af sérstökum módulum og svo kemur Express með alls konar, þannig að við erum núna komið með allt sem við þurfum. Svo Jade, þannig að núna getum við tekið og kert þetta svona. Svo við Express server listening port 3000. Þannig þá tjekka ég á localhost hverju gangi. Welcome to Express. Ok. Þannig að þetta alltaf að svara og við sjáum að það eitthvað loggað út fyrir hvert request. Við sjáum, við förum inn, við skilum 200, það tók 273 millisekundur. 170, veit ég, man ekki hvað Svo líka sótt style sheets af því að það vísað í það. Það hér. Og svo sækir vafrinn alltaf sjálfur, leitar alltaf á fav icon, þannig að hann fær 404 fyrir því. Ok, þannig að ef við skoðum núna hvað gerðist, eða hvernig þetta lítur út. Þá sjáum við að appið okkar hér og það búið að setja, við stillinsuðum þetta og við erum með requirements sem við þurfum. Það Express, path, það eitthvað til að finna út úr path hvar við erum. Fav icon, logger, cookie parser, body parser, allt Svo setjum við einhverja stöður á appinu. Við setjum að viewin okkar þau eru geimt í núverandi directory joina við views, þannig að það views directoryinu sem þá Ef við skoðum þá index og hér erum við að nota Jade sem svona skemmtilega abstraction núna á HTML. Þannig að við sjáum að við erum með eitthvað sem extenda layout. Það með einhverja blokk sem heitir content og inn í henni þetta hér. Þannig að ef við gerum svo aref http hi.is Þetta bjóð til aref. Þannig að Jade svona templating mál sem ekkert voðalega flókið en mjög svona þetta svona alvöru templating mál sem mikið notað í dag og mjög áhugavert að skoða það eins. En þetta það með extensionur þannig að þetta extenda layout, þannig að við skoðum layout þá sjáum við það að sjá að búa til síðun okkar og hér síðan sett þetta blokk sem heitir content og hérna það sem við erum fyllum út í. Þannig að við getum verið með margar blokkir og sagt, fyrir index þá ætla ég að setja þetta inn í content blokkina, þetta inn í sidebar blokkina, þetta inn í footer blokkina og svo framvegis. Hérna erum við að segja síðan, já, notaðu Jade og þetta með síðan nota Jade sem var installað sem dependency. Svo kemur uppsetning á middlewareinu, þannig að fyrsta sem við viljum gera, fyrsta sem við púsum á stakkin loggerinn og svo kemur body parser fyrir JSON, URL, encode, cookie parser og svo static sem þá leyfir okkur að búa til statískar skrár þannig að það segir static því serverað upp úr public mappunni. Þannig að við fyrir inn í public mappuna, þá allt sem við setjum hér munum við geta sótt static, þannig að hún les það af disk og serverði bara út. Þannig að við getum bara skrifa CSS við okkar hér á þess að það sé nokkuð mál og við sjáum að við sjáum það bara nákvæmlega hérna. Þetta erum ekkert að gera, það ekki dýnamíst í þetta. Þetta er bara að vera að húka upp static routing. Síðan verið að nota routes og verið að nota users. Og þetta síðan svona kjarnin í þessu sem hérna. Þetta það sem appið okkar, eða virknin okkar. Þannig að við skoðum í routes og index. Þá sjáum við router, get, / þá kemur eitthvað function
og það renderar index templateið með þessum hérna gögnum. Þannig að þetta bara hérna JavaScript hlutur með breytum sem fara í templateið. Þannig að templateið getur notað þetta hérna. Þannig að við getum bætt einhverju við hér. Svo getum við farið hérna. Hérna sjáum við erum að prenta út title. Við getum síðan bara prentað út p-foo og við þurfum að kveikja og slökkva þegar við hérna breyttum JavaScript-skjali svona og erum við að húkka þessu saman. Þannig að við erum komið með og hérna getum við bara síðan forritað JavaScript og hérna getum við gert bara if eitthvað þá þetta eitthvað annað. Þannig að þetta getum við sendt gögn í viewið. Þannig að aðskilið í raun alla lógíkina, öll lógíkin fer fram hér einhvers staðar, við getum gert í gegnum einhverja pakka eitthvað, en síðan pakkum við svo bara upp einhvern hlut og látum viewið fá og viewið kann að taka þessan hlut, þetta módel og búa til síður því. Einhver munur á því og því samansett? Já, þannig erum við að fara að prenta beint út breytu og meðan þetta myndi prenta út strengin foo, þá þetta prenta út breytinu foo. Það eru svona nokkrir hlutir sem að hérna ágætlega dokumentar hér, reference, language reference hérna. Stæðum við að við viljum fá ekki escapea, þá gerum við svona. Þá prentar hún út HTML. Ef við settum strong bar og loka strong, þá myndum við bara prenta út strong. Nefnum við setjum upprópunarmerki, þá sleppur hún því. Og svo hérna getum við vísað í breytu innan úr texta og þetta er svolítið skemmtilegt af því að það er svo langan tíma að gera svona. Ég segi svona. Þetta er áhugavert. Ég veit ekki alveg hvað ég stend á þessu, en þetta er áhugavert. Já, og þannig verkefni núna, þetta seinasta, er það að taka og setja þetta upp, fikta aðeins í þessu templati og svo tengja SQLite grunn við þetta, lesa upp úr honum og skaffa því. Þannig að við ættum í raun og veru, þið ættum bara að þurfa að útfæra það á einu svona stað og geta þá gert hérna router get blog og þannig að segja blog. Bara við það að gera svona, þá erum við komið með það að við getum svarað hérna blog. Hérna myndum við þá þurfa bara að ná í pakkan og gera virknið til þess að lesa upp úr grunninum. Það er mjög keimlíkt í PHP, við búum til eitthvað statement og við getum, það er prepared statement og svo tökum við bara einn callback sem er þá gögnin sem eru lesin upp úr og hérna það eru góð dæmi það, þannig að þetta er gott til þess að gera það og við sjáum að það eru hérna góð dæmi það hvernig við notum þetta. Þannig hérna er þetta bara insert og select og sjáum að við tökum inn callback að þegar við blokkum ekki. Þannig að það er sendt í opnað, sótt og svo kemur það aftur í event loopuna og þá er þetta tekið og þá er gert við þetta eitthvað. Þannig að þetta er, já, þetta er mjög nýmóðins og þetta er það sem mjög margir að nota í dag. Express.js og fullt af öðru svona, en Express.js er svona mjög solid. Það eru mjög margir sem að keyra vefina sín í dag og byggja þá í þessu. En þá er ekki meir í dag. Það er dæmitími núna fyrir alla þá sem að hafa áhuga á því og annars bara góða helgi.